under the water. Þetta fór ekki alveg eins og við vorum búin að ætla okkur. Já, maður náttúrulega ræður ekki hvernig svona fer. Svona þetta bara. Eins og ég segi, ég rosalega ánægð með hvernig atriðið kom út. Ég söng alveg frá hjartanu og gaf mitt allt í þetta. Og svo náttúrulega bara fer eins og fer. Ég menna það voru fullt af frábærum löndum og lögum sem fóru ekki áfram eins og Finnland og Georgía og Albanía til dæmis sem að ég hélt sjálfa myndi mitt fara áfram en ég meina ég svo reynslunni ríkari bara þetta búið að vera magnað að taka þátt í þessu og bara þú veist öll tækifæri sem að skapast út frá þessu. Þú veist ég að kynnast lagahöfundum og pródúsentum og þetta mun bara opna hurðar fyrir mig sem tónlistamann, sem lagahöfund. Þannig að ég bara mjög ánægð. Ég hélt að þú veist að ég hugsaði þetta bara svona ok, þú veist, ef við myndum ekki komast áfram, hvernig myndi ég taka því og ég myndi kannski vera rosa leið og eitthvað og jú, var svona bara, ok, en svo einhvern veginn var ég bara svo glöð einhvern veginn yfir hvað þetta búið að vera magnað ævintýri, alveg frá upphafi til enda. Þannig að þetta einhver endalok fyrir mig, sko. Ég náttúrulega held bara áfram að gera mína músík með Blissful og bara, þú veist, ég bara rosa glöð með mitt performance og þú veist, ég get ekki sagt annað en vera bara stolt af því að vera, þú veist, á mínu lagi og í Íslandi og þannig að ég alveg glöð í hjartanu og líka bara ótrúlega mikið að skilaboðum á Instagram alls staðar á heiminum frá fólki sem elskar lagið og þannig að já, ég bara þú veist, auðvitað langaði mig að komast í loka keppnina, það langaði það öllum og öllum þessum 8 löndum sem komast ekki áfram en ég samt sátt við það sem ég gerði í kvöld því ég gerði mitt allra besta.